Þá erum við búin að bregða okkur á bæ og stöndum henni í yndislegri júní snjókomu á Kristnesi í Eyjafirði þar sem er verið að smíða risakýrina Eddu og það er Beate Stormó sem hefur veg og vanda því. Hvernig gengur, Beate? Það gengur hægt og rólega og vel. Já, þetta er alltaf gerast hérna fyrir aftan okkur og þetta er náttúrulega meiri háttar verkefni og sko, hvenær sérðu fyrir þér að þetta klárist? Sko, við erum búin að tala lok ágúst, en ég er nú ekki búin að segja hvaða lok ágúst. Nei, ég held við erum að gefa inn í ár, mér sýnist það. Þetta er verkefni sem er miklu stærri en ég hafi nokkuð tíma gert áður. Og ég er að renna pínu svona í blindni, sko, þannig að ég er að reyna að finna út hvernig getur maður gert svona stóran skúlptúr. Maður sér hann ekki almennilega því að maður er of neðarlega. Þannig að þetta er pínu, en jú, maður verður alveg að finna veginn, svo sagt, allan tíman, finna, ok, hvernig get ég gert þetta? Og svo verður maður að pæla og prófa og svo finnum maður lausnið og svo verður maður voða glaður og heldur áfram og... Já, og ekki nóg með þetta sé náttúrulega heljarinn að vinna, heldur kostar svona líka skildingin, ekki satt? Jú, og það veit í rauninni enginn hvað þetta kostar og Beate kannski síst, eða þú veist, við erum að giskuðum fyrst á 3 milljónir, svo fannst okkur það full ríst í róðinu, þannig við hendum í 5 milljón króna söfnun, svo er ekkert víst að það dugi en það kemur þá bara í ljós, en við ætlum allavega að reyna að safna 5 milljónum. Ef maður hefur aldrei gert svona áður, þá bara er hver jafn biti svona eiginlega púsluspil, ég dáist svo aðeins Beate fyrir að taka þetta af þér, þetta er svo sturlað verkefni. En sem sagt, við erum að safna 5 milljónum og við höfum svo sem ekki deadline á því, en vonandi bara svona í takt við það sem að gengur að smíða. Í það sem Beate er að eyða á. En erum komin upp í tæpar 2 og betur má ef duga skal, en við vorum að fá svolítið góða hugmynd núna. Það var hringt í mig, það var kona sem var að fara í brúðkaup og hjónin eiga sem sagt allt. Hann langaði að gefa hár úr hala Eddu. Og það er eitthvað sem við greipum á loft og ætlum að útbúa svona fallegt skjal sem fólk getur haft samband við okkur í ferðamálafélaginu og við sendum bara gegn greiðslu þá og þá eignast fólk hlut í þessu skúlptúr. Já. Það er náttúrulega alveg rakið, eins og segir, fyrir fólk sem á allt. Og það er ferðamálafélag, ekki Eyjafjarðarsveitar, sem hefur svona veg og vanda að söfnuninni. Og hvernig ber fólk sig að eða vill styðja við verkefnið, Cecilia? Já, það bara fer inn á heimasíðuna, eða inn á Facebook síðun okkar, risakýrin Edda í Eyjafjarðarsveit og eða þú veist ef það þekkir til eitthvað allar að mín eða Marju eða einhvers í ferðamálafélaginu þá þetta má líka bara hafa beint samband en aðalega þarna í gegn og svo er bara númer þar og maður bara leggur inn en einmitt eins og stelpunur komu inn á þá er þetta náttúrulega bara ótrúlega magna verkefni og sko ég veit að Beate er ekki hún verður ekki milljónær eftir að hafa gert þetta verkefni að við erum líka alveg orðnar pínu stressaðar bara að fólk sé að við náum þess ekki þannig að við hvetjum ykkur til þess að koma og taka þátt með okkur svo við getum bara klárað þetta og vonandi bara gert vel líka við Beate í leiðina því að þetta eru þetta bara nýsköpunarverkefni klárt. Og algjört þrekvirki og hvar mun Edda svo eiga heima þegar hún verður loksins tilbúin? Það er búin við erum að stefna að því hún fari í sólgarð þegar það er kostur að sé bílastæði og snyrtingar og öllu svoleiðis. En ég fyrir mig finnst mér finnst það ekki rosalega mikilvægt hvað hún stendur af því að hún er kú og það er hægt að lyfta henni upp og fara með henni annar staðar. Þannig að ég held að það sé bara fínt að hún fari fyrst í sólgarð og ég sé svona góðan stað inn í sveitinni. Nákvæmlega. Svo gæti hún orðið flökkukýr í framhaldinu og bara farið út sigrað heiminn jafnvel. Já, hver veit? Ef einhver nennir að dröslast með hana, þetta flikki. Ég held hún muni alltaf eiga heim í Eyjafjarðarsveit og verði svona táknið okkar hérna Og svo í framhaldinu væri gaman að grípa boltann og þú veist á lambinn gæti verið lítið lamb, kaffikú, lítill kálfur og hvað heitir það, hors? Brúnir hors gæti verið með fólald, þetta er svona alls konar hugmyndir. Þannig að Beate er bara rétt að byrja. Bara leggja búskapinn á hold og fara í listina. Já, fara bara í þetta að fullum krafti, já, ekki spurning. En þú veist, við erum líka rosa þakklátt fyrir þá sem eru búin að leggja okkur lið, heldur betur og þú veist, og það hefur líka alveg verið, þú veist, það er kannski alltaf að taka það fram að það má alveg vera okkur vantar að láta ferjakúna og setja eitthvað undir hana og alls konar svona líka. Það hafa nú alveg komið tilboð í það. Já,
En hérna margt smátt gerir eitt stórt og það þarf ekkit endilega að setja marga 10.000 eða marga 100.000 þó það sé ekkit verra. Og við skorum svolítið á fyrirtæki að taka við sig. Það er fullt af fyrirtækjum að núti sem að ættu svoleiðis að vera með okkur í þessu. Akkurat. Og snara smá svona aur hann inn á. Algjörlega, við hvetjum alla sem vettlingi geta valdið til þess að leggja þessu frábæra og verðuga verkefni lið. Finnið þið fyrir aukinni traffík hérna? Er fólk að koma hérna, keyra hérna að og forvinnast Eddu? Jú, það er dálítið traffík. Það er stundum engin vinnufriður, en það er nú bara gaman. En þá er það bara mjög skemmtilegt og fólk er velkomið að kíkja. Já. Svo þegar þetta fer að vera of erfitt Betti, þá setur þú bara svona smá keðju hérna á hlið og bara Já, engin aðgangur. Eða það verður bara aðgangseyrir ef heyrðu, illa, sko. Hugmynd, við seljum inn á þetta. Verðum með svona fræðslu hérna BAT og svona hvað hún er að gera og fólk borgar fyrir. Leiðsögn. Já, leiðsögn. Já, við förum í eitthvað. Við finnum út úr þessu. Þetta verður geggjað. Ekki spurning, nú drífa sig bara allir og leggja inn, bara með þetta sami. Er það ekki? Takk fyrir að koma í þáttinn og leyfa okkur að fylgjast með þessu. Takk fyrir að koma og kynna þetta. Já.